Þetta verk skrifað 1882 og síðan þá hefur verið sett upp ótal sinnum og það líka nokkuð fræg leikjar sem Arthur Milner gerði sem hefur líka verið sett upp nokkur sinnum. En þegar við nálgumst þetta verk þá langar okkur svolítið til þess að því í þessum útgáfum báðum, upprunalegu útgáfu Ibsens og svo Millers, þá mikið af svona smáatriðum og svona einhvern veginn hliðarfrásögnum og slatt af kvenfyrirlitningu og svona forsendum sem okkur langaði til þess að hreinsa út, til þess að eima út svolítið átökin í verkinu, baráttuna í verkinu. Þannig að við strípum það svolítið niður og styttum töluvert. Tökum okkur leyfi til þess að hjóla svolítið beint inn í átökin og baráttuna og tragedíuna. Það eru svo margar sögur sem eiga sér stað á sama tíma. Það einhvern veginn, allar þessar persónur hafa einhverja hagsmuna að gæta inn í þessum heimi og eftir því sem að verkinu vindur fram að þá einhvern veginn breytast þessir hagsmunir, fólk einhvern veginn kemst í aðra stöðu, það stöðugar vendingar einhvern veginn og þó það virðist vera svolítið svona slétt, það ekki mikil hasar í gangi en það pólitíkin kraumandi og það einhvern veginn allir að skipta um afstöðu stöðugt. Já, í verki Ibsens þá eru þetta átökum milli tveggja bræðra. Eldri bróðurinn bæjarstjórinn og yngri bróðurinn læknir og eftirlitsmaður heilsubaðana. Hjá okkur bæjarstjórinn kona og eldri systir Tómasar, þannig að þetta eru systkini. Það sem gerist þar að þá opnast alveg ný vídd inn í verkinu. Það bara kynjavídd og þeirra samband verður í rauninni miklu dýnamískara og flóknara. Þetta ekki bara einhvers konar alfa-barátta eða einhvern veginn svoleiðis eða þessi hugmyndum, gamla hugmyndum að það eru bara kallar sem eru í pólitík og kallar sem ráða hlutum. Að það kemur líka inn einhvers svona aðra spurningar stöðu kvenna í pólitík og hvernig þær kannski þurfa að leika eitthvað annað leikrit heldur en kallar sem eru í stjórnmálum. Eða það einhvern veginn flóknara fasad eða sem þær þurfa að setja upp. Það að leika á miklu fleiri plön og mér finnst líka svolítið áhugavert svona einhvern veginn í umræðinu og við erum að tala einhvern svona feminisma að mér finnst líka svolítið mikilvægt að konur geti verið vondar og konur geti verið spilltar. Konur þurfa bara að vera duglegar að vera spilltar. Ibsen náttúrulega gerir allt hvað hann getur. Hann skrifar inn dóttur Tómasar, elstu dóttur þeirra hjóna og hún kennari í barnaskóla og svona einhver málsvari, einhvers konar réttlætiskenndar eða einhvers konar, já, þó hún sé breisk að mörgu leyti. En já, hann kannski hafði bara ekki forsendur til þess að skrifa konur inn í verkið þannig að við erum svolítið bara að hjálpa honum og loka metranum núna að gera þetta verk dýnamískara. Og okkur fyndist bara skrítið að þetta væri bara kallar að tala saman, þú veist, það bara svolítið boring. Á frummálinu heitir þetta En fólk fjerne og á íslensku þá höfum við Þjóðnýðingin og svo leikjar Arthur Millers sem Enemy of the People eða Fjandmaður fólksins på íslensku. Okkur fannst einhvern veginn það svo mikil ára sem fylgir þessum titlum og auðvitað verkinu sjálfu en við vildum líka með leikjarinni og þá titlunum að sjálfsögðu tala við samtímann, tala við fólk í dag og þessi titill okkar Óvinur fólksins tekin beint úr orðræðu í stjórnmálum og í fjölmiðlum þar sem að stjórnmálamenn tala að ýmist að fjölmiðlar séu óvinir fólksins eða fólk að útrópa hvort annað sem óvin fólksins. Áhorfendur mega búast við því að skipta ansi oft skoðun eftir því sem að sýningunni vindur fram, held ég. Af því í þessu verki og í þessari sýningu þá hafa allir eitthvað til síns máls og það kannski ekki bara einn óvinur fólksins.